Fram til 20. júní býður náttúrusetrið á Húsabakka upp á fuglaskoðunarferðir friðland Svarfdæla. Það Hjörleifur Hjartarson sem leiðir fólk alla daga á fuglaslóðir en hann þekkir svæðið afar vel enda fæddur og uppalinn í Svarfaðardal. Já, friðland Svarfdæla, það svona sögulega það nú dálítið sérstakt. Þetta fyrsta votlendisfriðun á Íslandi, eða fyrsta friðland landsins svona eftir nýjum náttúruverndarlögum frá 1971. Það var stofnað 72 af bændum í Svarfaðardal og það nú merkilegt út af fyrir sig að bændur hafi stofnað friðland á þessum tímum þegar þeim var borgað fyrir að þurrka mýrar. En síðan þetta alveg gríðarlega svona ríkt af fuglalífi og það sem kannski sérstakt við það er að það tiltölulega auðvelt að sjá fugla. Það svona þægileg aðkoma að þessu svæði og við höfum þar ekki verið að bæta þessa aðkomu með alls konar stígum og merkingum og fuglaskoðunarhúsum og fleira. Og við stöndum nú einmitt hérna á glænýju mannverki. Já, þetta bara lengsta brú í Svarfaðardal og algjörlega nýbyggð. Það eiginlega ekki búið að vígja hana. Ég var svo heppinn að fá hér til liðs við mig svona sjálfboðaliða héðan og þaðan úr heiminum, Seeds fólk. Og við rubbuðum upp þessari brú og hún þess eðlis að hún hvílir á svona flotholtum. Vandinn sá að það flæðir hér alltaf, sem betur fyrir því miður þá hefur nú ekki flætt ennþá, það vegna veðurs. En það gerir það alltaf á vorin og fram eftir sumri þá stendur vatnið mjög hátt, þannig að við höfum verið í svolítið vandræðum með að koma fólki í friðlandið. En nú það vandamál væntanlega úr sögunni því að við erum búin að smíða brú sem flýtur upp þegar flæðir. Þetta lítur ljómandi vel út og verður einmitt fínt að komast þurrum fótum hér yfir. Já. En í þessum fuglaskoðunarferðum þínum, hvað á fólk vonaði að sjá margar tegundir? Já, ég get alveg lofa fólki á milli 20 og 30 tegundum. Það einfalt að standa við það, En svona, já, ég segi nú ekki fleiri, en yfir 20 tegundir, það alveg ljóst. Reyndar þetta svæði hér, þetta eru 2 svæði sem eru svona göngustígar. Það annars vegar hér við Húsabakka og hins vegar við Dalvík, út í Hrísahöfða sem heitir, og Hrísatjörn. Og þar hægt að sjá himbrima og flórgoða og lóm og þessar tegundir sem fuglaskoðunum fólk svolítið mikið að sækjast eftir. Við reyndar getum ekki lofað því hér, þeir eru ekki hér, hvorki himbrimin né flórgoðin, en við höfum til dæmis straumönd. Þetta svona spurningum þessar amerísku tegundir sem Evrópubúar eru ginnkeyptir fyrir og við höfum hérna, við endum á straumöndinni. Það eru fullt af öðrum tegundum. Þeir sem koma í friðland Svarfdæla til þess að skoða fugla að sögn Hjörleifs aðalega útlendingar, enda finnst þeim spennandi að sjá fuglana í sparifötunum og syngjandi káta á varptímanum. En hvað með tíðafarið? Það ekkert að hafa áhrif á fuglana? Jú, óneitanlega. Það allt seinna heldur en venjulega, en þeir eru nú farnir að verpa. Ég hef nú fundið hérna nokkur hreiður, þeir eru nú flestir farnir að verpa. En svo spurning hvað gerist í flóðunum, þá náttúrulega fer ýmislegt af stað og sumir í krían nú alveg róli. Ég veit ekki hvort hún nennir eins og að verpa í þessu tíðafari. Hún verið frekar lötuð að undanförnu. En þú sem sagt ert með daglegar gönguferðir hérna svæði fram til 20. júní? Já, ég ætla búin að lofa því en ég hef nú ekki þurft að standa við það vegna þess að það er ekki neitt komið ennþá. En já, ég býð upp á það að fara hér með fólki á hverjum degi í svona klukkutíma göngu og enda á fuglasýningunni á Húsabakka og það sem sé innifalið í pakkanum. Við hvetjum bara alla til að drífa sig út og í þetta góða veður. Endilega. Það eru fuglar jafnvel í vondu veðri.